Jæja, heyrðu, þá er komið álegri jólahugvekju, sölustjóra. Þetta er eitthvað sem ég er búin að æfa núna allt árið og undirbúa mig eins vel fyrir og ég get. Þannig að þið takið vilja fyrir verkið. En allavega, jólahugvekja 2019. Ég er náttúrulega lærði og er mikið menntaður frá Núpi og Hvanneyri eins og gengur. Og rétt til upprýðuna þá vil ég minna ykkur á því að farið á YouTube og leitið upp jólavídeó hjá Vice. Þá finnið þið uppskrift á royalbúðingi með rjóma. Og þið finnið líka uppskrift af dessert með léttu ívafi. Þannig eina sem þið þurfið er að kaupa ávaxtakokteil í dós og teita rjóma. Einnig fjallaði ég keppni sem heitir Hlöftu, hlungu, hlöftu, sem meðrunakeppni Vice. Ég talaði undirbúning, hvernig maður étur á sig spik og bætir sig fyrir vigtun ef maður ætlar að vinna. Því keppni byggir á að létta sem mest og vinna mest af fitupróst og bæta við vöðvum. Þannig að maður undirbýr sig á þennan hátt, mjög gaman. Nú, ef maður þyngist ekki nóg þá svindlar maður og laumar inn á sig lóðum fyrir vigtun eða svona sandvesti og pungsakkan, hún hefur eins með vel. Það maður bætir á sig nokkru grammið þar. En vandamálið í ár var að ég klúraði þessu og ég mæti og þá er komið svona vopnaleitartæki þannig að maður komst ekki inn. Og svo af því að ég hætti aldrei eftir keppninni í fyrra, þá hafði ég ekki til að léttast meira, þannig að ég klúraði þessu, reyndi að svindla var tekin. En aðferðið til að horast alla jafn er mjög einföld, tapra kaffi og kamelkúrin til upprýðunar. Og þá er sigur í höfn, en þetta er árangur í mér á síðustu 40 vikum. Og þetta musteri sem ég sjá í þetta, þessi líkami, hann kemur ekki af sjálfu sér. Þetta er þrotlaus vinna. Og hún gerist með að mæti leikfimi. Það er bara ein leið, minna inn, þá eyðir maður meiru og þá grennist maður, segja þér. En svo við stúum okkur nú á alvörunni og hættum upprýðun, þá í ár ætla ég að fjalla stutt humar. Ég ætla að segja ykkur frá veiðum, nokkru sögulegum staðreyndum og hvernig á að matreiða. Og eins og segir, humar í lífið og eitthvað sem enginn verður leiður á. Hér sjáum við bát sem heitir Þinganes. Þetta er eitt af svona flottari fiskibátum í flottanum, eða var á þeim tíma. Og þar var Gunnar Ásgeirsson skipstjóri og ég var stýrimaður og kokkur ýmist. Og þarna sjáum við humar. Reyna 2 humra. Ég veit ekki alveg hvað stendur til hérna en það er hægt að lesa ýmislegt úr þessu. Nú hérna var ég sérst kokkur þegar ég var lítill á bát og hann er búið að blurra þetta, það var nú mynd þetta bakvið en svona gekk þetta fyrir sig og maður vaskaði upp sjálfur. En þetta var ég sérst 15 ára og var að vera pabbi í fyrsta skipti og var kokkur á humabát. Nú, það þarf að hafa herri og skrifa starra þegar ég er. Jæja, herri allavega, hér er stýrimann að kaupa eitthvað, hann er að draga sérst pokana af, voðalega duglegur og þetta er Atlantshafið sem þið sjáið hérna og fleiri bátar. Kallið með hattin hérna, það er ég. Og þetta var tekið sérst fyrir 50 og eitthvað árum á svona litla vél. Þetta verið að taka trolli og það er allt í flækju og messi. Og þetta eru vængirnar af trollinu sem er að koma þetta upp og bráðum sjáum við humar. Þetta er skipstjórinn með skeggið. Hann náttúrulega ekki kalla eins og við hinnir, hann var yfirmaður. Og hann er núna stjórnarformaður skinnið Þinganes. Og heitir Gunnar Ásgeirsson. Nú, hérna sést verið sjá þetta er allt í flækju og vesenni og þá hafa klúraði svo hann hafði byggt of skart og þá fætt trollið í flækju. Hérna sjáðu þið rauninu humarið dett inn úr pokan og hér sjáðu þið
Já, ég stjórna aðgerðum náttúrulega. Og hérna er verið að tína meðaflan úr og hér sjáu þið, já, kallir í klukkanum að skipta sér af. Hér er humari, sjáu þið, haugur í hérna. Og svona var þetta gert, svo var þessu mokað upp á borð, svo stóðu 4 kallar og slitu humarinn og þá tók maður halan af, það var bara hirtur halinn. Og keppnin fólst náttúrulega í því að vera fljótastur, sem ég var alltaf, sjáu þið litla kallið hérna. Og það átti enginn í mig þessu, það var hver með sína körfu, þannig að maður sá alltaf hver afkastaði mest, þarna í þessu öllu. Svo var eitthvað karfi og eitthvað tók með og hitt og þetta. Það var nú hirt svona endrum og eins, gert að aflanum, allt niður í lest og málið tautt. Þetta voru við á síðustu vertíðinu sem ég var á, þá fiskuðum við á 50 tonnum, 50 dögum, 21 tonn af humarskottum. Ég var kokkur og ég man að við vorum 40 dagar á sjó að þessu 50. Ég sá vídeóið og við horfðum á 180 vídeóspólur að þessu 40 dögum. Ég var með 3 verkamannalaun, árslaun á þessu tíma, sem var yndislegt. Nú, ef við höldum áfram hér, smá fróðleikur í vinnsluna. Þetta er kvót frá Skara verkstjóra sem var hjá Kaskóhöfn. Strákarnir náttúrulega nenni ekkert að dúlla í humar, eðlilega. Þeir voru út á sjó og veittan. En það eru 40 konur í húsinu og það eru unglingarnir í 15 ára að vinna og það er allavega nóg að gera fyrir stúlkurnar. En strákarnir nenni ekki að dúlla í humar eða finnst það ekki nógu karlmannlegt. Þetta er tekið viðtalið við hann í Mokkanum, sín tíma. Nú ástæðan fyrir að það er tunna hérna er að í þá var humarinn settur í tunnur, það var sett ís, salt, humar, ís, salt, humar, ís, salt, humar, lög í hverja tunnu, þannig náðum við að kæla hann, svo var settur sjór yfir og þá kom súperkæling. Þannig að það var hægt að gaufa með þetta í 3-4 daga. Og þetta sjáum við hamingjusamar pattarlega stelpur að leika sér í veislunni. Nú, að elda humar er kunst og það er listgrein. Og þetta er eitthvað sem ég var heldur góður í, því ég var náttúrulega kokkur. Hefðbundið miðnætursnarl er bara soðinn humar og það er sykur og salt og stelpur tækir nú vel eftir uppskriftunum. Kunstin er í að kæla undir ísköldu vatni, hella því slökkt af, þá losnar humarinn inn í og ekkert mál að brjót, toga og humarinn kemur heill út. Æðislegt. En galdurinn að þessu var kakóið. Það var náttúrulega ekki hvítvin út á sjó. Þannig að þá var maður með kakó sem er kerpað í sykru og salti, hefðbundið, bætt við smjöri og í pott og hrært. Þetta kunna flestir. En galdurinn er annar. Það var baulumjólkin. Það var sérst niðursögð mjólk í dósum sem maður notaði í kakóið til að gera enn meira krím í. Og eina kannski suðusúkkulaði og rjómi eyðileggur aldrei neitt, bara meira á honum er betra. Og þá kom út úr því humar og brauð með majó, tómatsósu og þessir hugmyndaríku sem að höfðu bara voru frumlegir í matagerð, þeir blönduðu sama tómatsósu og majó og fundu upp koktelsósu. Nú að þessi baulumjólk, nú veit ég að það er ekki margir hérna sem þekkja þetta fyrirbæri en þetta var niðursögðin dósamjólk. Þannig að hún var þess að þykkasti rjómi, eða mjólkuþykkni. Nú, þetta var mikill létti fyrir húsmaður. Því í staðinn fyrir að það var rogast heim með pokana og mjólkubrúsana og það, þá voru bara með 2 dósir af dósamjólk og gátu þynnt út. Og þær fögnuðu líka mikið húsmaðurins tíma að það jókst plásið í ískapnum þegar gátu keypt dósirnar upp í skáp. Þetta er úr Morgunblaðinu árið 2017, 7. október. Þetta er nýja niðursona mjólkin og hún er til ennþá.
Og ef þið viljið búa til alvöru kakó, alveg hrikalega gott kakó, þá skellið þið dós af svona mjólk út í. Það verður kremað og það verður æðislegt. Bara að segja ykkur það. Svo hef ég líka laumað þess í búðing, Royal búðing. Nú, rétt til að brjóta upp þessar uppskriftir, af því ég veit að þetta er erfitt fyrir ykkur að meðtaka þetta allt í einu, þá tók ég nokkra punkta í þetta. Sjúklingur hefur aldrei fundið þessa verkinu með að vaskar upp í sumarbústað. Og ráðlegt að verkið komið fram með hennar tækifærið stendur. Sjúklingur fær verk í bringuna ef það liggur á vinstri hlið meira en 1 ár. En vil ég þakka Landspítalanum fyrir digga aðstoð. Sjúklingurinn hefur verið niðurdreginn alveg síðan að byrjaði að hitta mig 1983. Nú, sjúklingur tilfinningalaus frá tá og niður úr. Ég veit ekki alveg hvað fyrir lega það en eitthvað. Sjúklingur tárast og grætur stöðugt virðist niðurdreginn. Sjúklingur hefur skilið hvítu blóðköll eftir á öðru spítala. Það er svolítið erfitt að greina þennan. Nú, hann er ekki þekktur fyrir að fremja sjálfsmorð. Hann hefur væntanlega verið á lífið þessi þegar það kom. Hann var í góðu ásökunarlagi, hann til flugvélinni var eldsneytislaus og hrapaði. Það er eðlilegt. Hann hefur áttu gott heilsufar að stríða. Sjúklingurinn. Hann á að vanda frá austur í sveitum helgar, þar tatt undan henni hestur. Og enn og aftur eins og með minningagrindar, þetta eru allt staðreyndir og ekki tilbúið að mér. Förum í sparifötin. Þá eru fæstir sem kunna að útbúa elda humar eins og hann á að vera á jólunum, sem byggir á hvernig maður höndlar hann hér. Það er að segja að klippa magan, leggja hann á bakið, láta snúa upp, eins og maður gerir stundum í fleiri tilvikum, og þannig humarinn tilbúinn í meðhöndlun. Hvítlauksduft gott að eiga og persilu og markutug seta, konsó, sardó, eitthvað hvítvín, mæli með því, brauðrasp og smjör. Ég eldaði humar bara til að geta sýnt ykkur þetta. Hann er klipptur og maginn opnaður, látið snúa upp, hann er tilbúinn í móttöku. Það er tryggt yfir að brauðraspi. Það við bræðum smjör í potti og þeytum saman smjör og hvítvín, 1 á móti 1. Ef maður er með 1 smjörstykki, þá horfir maður á, give og take, 1,5 polli, þá er maður með 1,5 polla hvítvíni. Þeytt saman drunn og hellir í yfir brauðraspinn. Ástæðan fyrir brauðraspinum er svo að hann safnar í sig smjörun og hvítvíninu, laumar sér innan undir skilina, undir humarinn, losar hann frá og jafnar hann út og heldur í sér safann. Síðan trefum yfir þessu lauk og steinselju og látum standa í kæli 57,3 mínútur. Það er mjög áríðandi að passa upp á það. Og þetta er líka, ég var lítill, ég veit ekki hvar ég poppa alltaf upp. Þetta er niðurstaðan. Hann er bara grillaður við háan hita og verpir sig í give og take 8,4 mínútur. Það er að fylgjast vel með. Hafið grillið á svona 197, myndi ég halda. Niðurstaðan er þessi, og hugsa eitthvað, þetta eldaði ég sjálfur, og borðaði náttúrulega fyrstur, og þegar ég var búinn að borða, þá hleypti ég konunni minni að. Og hún er bara alsæl og fékk að borða. En það er eins og á góðum heimilum, það borða náttúrulega húsbóti fyrst og konan á eftir. Þetta kenndi tengdamamma mér og hún var nú 100 ára og hafði ýmsa fjöruna sopið. En nú er komið að jólabrandaranum sem ég búið ykkur.
Það læknirinn sem að hringir í sjúklinginn og segir ég er með vonda fréttir og verri. Þú átt heita eftir ólifað, segir Doc. Og sjúklingurinn spurði, hvað getur verið verið en það? Hvað mennur þú? Jú, sagði læknirinn, ég bara er náið því síðan í gær. En að lokum örstutt wrap-up og ég vil hvetja út til að fá okkur meira kaffi eitthvað eða eitthvað eftir á borðinu. En það sést við viljum þakka honum Bryndísi Þórhalls fyrir frábæra boðskap frá Billy og félögum, Eddu fyrir bara frábæra frammistöðu og eins og stendur segir í bíómyndinni Stelli Ólofi, kokkinn er farin að koma heim, majónesin orðið gul. Þetta er náttúrulega ógleymanlegt. Stefán Torfi, djúpur af venju og endilega spurði hann ef eitthvað Elín og Helen þakkum við fyrir og takk fyrir komuna, takk fyrir að vera til og gleðileg jól.